Ísraelsher hefur drepið að jafnaði 1 barn á dag á Gaza þá 8 mánuði síðan tilkynnt var vopnahlé þar. Herinn drap 2 börn í árás á íbúðarhús í nótt. Þúsundir gesta eru á Þingvöllum á tónlistarhátíðinni Bergmáli. Umferðin gekk hægt en vandræðalaust. Jensína Edda Hermannsdóttir leikskólastýra Laufásborgar Reykvíkingur ársins. Hún fékk venju samkvæmt að renna fyrir fiski í Elliðaánum í morgun. Fastagestir Kjötborgar í Vesturbæ Reykjavíkur versluðu við kaupmanninn á horninu í síðasta sinn í dag. Búðinni var lokað eftir áratugarekstur í hverfinu. Mér líður eins og búð hafi alltaf verið hérna og muni alltaf verða. Gott kvöld. Að jafnaði hefur 1 barn verið drepið í árásum Ísraelshers á Gaza á hverjum degi síðan tilkynnt var vopnahlé. Talsmaður UNICEF segir þær þjáningar sem lagðar séu á fólk þar vera þær mestu sem sést hafi í heiminum í seinni tíð. Tilkynnt var vopnahlé á Gaza í október. Í 2 ár á undan hefðu Ísraelar drepið yfir 70.000 manns á Gaza og verið sakaðir þjóðarmorð. Þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi, hefur Ísraelsher ekki hætt árásum. Herinn hefur drepið yfir 1000 manns síðan vopnahléð átti að taka gildi. Þar af 265 börn. That is an absurd, that is a devastating figure. So during a period supposedly defined by restraint and protection, a child is killed on average every single day for more than 8 months. Ísraelsher drap 2 börn í árás á íbúðarhús í Gazaborg í nótt, 4 og 14 ára stúlkur. Ástvinir kvöddu þær hinstu kveðju í dag. وهذا وقت اطلاق النار اللي بيحكوا عنه ايش الاحتلال والطاقم التفاوض اللي برا اللي بيحكوا عنه وقف اطلاق. These children were not killed in a war zone. They were killed in their homes, they were killed in their schools, they were killed playing football, they were killed fishing. Þá hefur Ísraelsher sært 400 börn síðan vopnahlé átti að taka gildi, mörg mjög alvarlega. Fjöldi barna þyrfti að komast á spítala í útlöndum. Gaza enn rústir einar og áfram skortur á ýmsum nauðsynjum vegna hernáms Ísraela. Læknar hafa lýst yfir þungum áhyggjum af að þurrmjólk fyrir unga börn sé senn á þrotum. I mean, the scale of human suffering in Gaza being inflicted upon Gaza and enabled by others on Palestinian children, it's almost beyond comparison in our lifetime. Íranar tilkynntu í dag að þeir hefðu lokað Hormússundi á ný vegna árása Ísraela á Líbanon. Rúm vika síðan sundið var opnað. Það hafði verið lokað vikum saman vegna árása Bandaríkjanna og Ísraels á Íran. Áhrifanna gætti allan heim, enda sundið mikilvæg flutningaleið fyrir olíu. Samningafundi og undirritun viljayfirlýsingar Bandaríkjanna og Írans, sem átti að vera í Sviss í gær, var frestað á síðustu stundu. Útlit fyrir að viðræðurnar hefjist á næstunni. Samningamenn Írans lögðu af stað til Sviss í dag, þá varaforseti Bandaríkjanna væntanlegur þangað bráðlega. 20.000 manns eru á tónlistarhátíðinni Bergmáli sem nú stendur yfir á Þingvöllum. Töluverður viðbúnaður vegna hátíðarinnar en unnið hefur verið að skipulagi hennar í dágóðan tíma. Sól og blíða hefur leikið við hátíðagesti og Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður hefur verið á Þingvöllum í allan dag. Eva, hvernig hefur þetta gengið? Heyrðu bara svona ljómandi vel af þeim samtölum sem við höfum átt hérna. Þeir í öryggisgæslunni segðu að það hefði bara gengið frekar smurt, ekkert vesen á fólki. Kannski svona í versta falli verið teknar einhverjar áfengisflöskur af fólki og síðan hefur fólk bara verið þolinmótt bæði í þeirri röð og í bílaröðinni á leiðningað. En það má alveg hafa það í huga samt að það getur myndast flöskuháls á leiðinni af hátíðinni. Það allir að fara á sama tíma og þá fólk einhvern veginn bara að sýna sömu þolinmæði. En við tókum hérna þó nokkrar ferðir í gegnum mannfjöldan í dag og það voru allir með bros á vör og höfðu bara eitthvað jákvætt sína upplifun að segja.
Sko, þegar við fórum að sækja miðun okkar í 66 gráður norður, þá hittum við á hann Jökul, vin okkar, í Kaleo. Og þá spurði hann þemað. Það var auðvitað lópis og það var bara alltaf hlýðir jökli. Hvernig komum við hingað og hvernig farið þið? Herri, við komum á bílnum á vin okkar. Bara 8 manna bíl og alveg stemming. Förum bara aftur á honum. Já, það var svona planið. Við fórum í bústað á föstudeginum, bara í gær og það var bara til góð helgi og bara gera sem mest úr þessu. Við tókum strætóan hingað. Ég hef búinn að vera mjög peppandi í strætónum og ég er mjög spenntur fyrir þessu. Hvernig var stemmingin í strætónum? Alveg frábær. Já. Þið voru að koma hérna í gegnum öryggisleitina, var eitthvað tekið af ykkur? Nei, ekki ennþá. Ég veit ekki hvernig það verður seinna. Ég er ekki að fela neitt þannig að, já. Næstið leiðilegt, við vissum það ekki. Það var aðeins gagnrýnt hérna, einhver strákar reglur og eitthvað skipulag einhverju leyti. Hvernig horfir það við ykkur? Nei, skiptir okkur engu máli. Svo miðaldra konur, við erum ekkert af ágjörðu neinu. Eru allir bara alltaf glaðir ef það er sól á Íslandi? Bara algjörlega. Já. Hvað finnst ykkur best við að vera hérna? Bara að vera með vinum og fjölskyldunni og að njóta. Að hlusta tónleikana og vera með fjölskyldunni. Hvað eru spenntust að sjá? Bara Kaleo. Sammála? Já, ég er líka sammála. Hvað ætlið þið að gera? Við erum dálítið mikið eftir á tónleikunum. Hvað er þið eftir að gera hérna? Bara fullt. Við eigum eftir að fá okkur að borða og hlusta meiri tónlist. Já, eins og þið heyrið þá er fólk ánægt með dvölina hérna í dag og lögreglunni, allavega þau samtök sem við höfum átt við lögregluna og gæsluna, þau segja að allt hafi gengið vel, áfallalaust hingað til. Ég talaði við Jón Gunnar, yfirlögregluþjón hjá lögreglunni á Suðurlandi hérna rétt áðan. Umferðin hefur gengið vel. Fólk hefur greinilega hlustað á skilaboðin og lagt snemma af stað og við fögnum því að fólk kom snemma. En hún hefur náttúrulega gengið mjög hægt en það hefur aldrei orðið stopp og það hefur gengið vel að fara inn á staðinn og fólk hefur greinilega fjölmennt í bíla og talsvert í rútur líka þannig að þetta hefur gengið bara með mestum mótum. Þetta fjölfarin leið fyrir erlenda ferðamenn, hafa þeir verið einhverju vesenni verið svona að flækjast inn á einhver svæði og lent í vandræðum? Nei, í raun ekki en auðvitað var þetta þar til við lokum að þá reyndi á. Við vorum náttúrulega með ferðamenn af öllum þjóðurnum bara inn í miðjum stemmings Íslendingum og auðvitað reyndi það á en gekk upp. Gæsla, bæði bara björgunarsveitir, lögregla, slökkvilið og allir, þetta er mjög svona sjáanlegt, þetta er mikið magn. Hvernig er svona þessi viðbúnaður bara í samanburði við aðra stórar hátíðir eins og kannski þjóðhátíð? Þetta er náttúrulega, það er ekki hægt að bera þetta saman. Þetta er náttúrulega allt önnur staðsetning og þetta er lokaður viðburður og þetta er afmarkað svæði og mikil athygli hérna og erfiðar samgönguleiðir hingað. Þannig að það er ekki hægt að bera þetta saman. En eins og ég segi, fólk hefur verið mjög jákvætt og eins og mér sýnist hérna yfir hópnum að góð stemming yfir öllu. Þannig að ég hef ekki neina hvart eins og verið. En við erum nú að leggja af stað inn í kvöldið og vonum þetta haldist svona áfram. Já, þetta hljómar allt rosa vel. Nóttin er ung, engu að síður, en við erum hérna baksviðs þar sem að listamennirnir bíða svona milli atriða að fá sér að borða. Jökull, þú ert búin að tala um að þetta sé svona draumur fyrir þig að verða veruleika. Hvernig var að upplifa bara svona þína fyrstu innkomu inn á sviðið og stóru stundina eftir? Bara algjör draumur, vissulega, og veðrið þetta með okkur í liði aftur og eins og ég segi, þetta er bara búið að fara stígandi einhvern veginn í dag, búið að vera að streyma inn fólk og allir að sitja og hafa það notalegt í sólinni og ótrúlega gaman að labba svæðið, þannig að já, þetta er bara vonum framar enn og aftur. Getur svo lýst bara tilfinninguna að horfa yfir mannhafið? Eiginlega ekki, ég einmitt gerði með sérstakann göngutúr hérna til þess að sjá þetta úr öllum áttum og það er bara draumi líkast. Þetta er náttúrulega bara stórbrotið hverfi og já, maður er bara fyllist stoltið í raun og veru. Ég ætla að sleppa þér að því ég veit að þú átt að vera farin á svið og við erum búin að halda þér allt og lengi. Jakob, þú ert búin að koma að skipulagningunni hérna. Hvernig horfir yfir þér svona það sem af er degi? Bara allt á einn veg. Þetta er allt farið á allra besta veg. Við erum búin að vera mjög heppin með bara fólkið hérna. Engin leiðindi, engin áföll eða neitt sem við getum kvartað yfir og við erum bara þakklátt og auðmjók yfir því að hafa fengið að sjá þennan viðburð blómstra svona. Það hafi ekki komin einn svona
vandræði upp á lokametrunum? Nei, það er ekkert sem hægt að kvart yfir. Það er auðvitað búið að vera dálítið þung umferðin. Þetta var svona 2 tíma. Við vissum að það yrði og þess vegna voru allir hvattir til að leggja snemma af stað og fara með rútum og svona. Ef það hefði ekki verið, þá hefði við verið í hnút og vandræðum, en við hefum ekki verið það sem betur verið. Ef þetta gengur svona vel þar sem eftir er kvöld, verður þetta aftur á næsta ári? Ég myndi nú telja að það séu kannski líkur á því að þetta geti endurtekið sig en ekki endilega á næsta ári, en við skulum sjá bara hvernig fram vindur. Við vorum hérna með þjálfunarsverð og formann þingvallanefndar kampakáta áðan og ég var að þakka þeim fyrir atfylgið og heimildina til að gera þetta, sem er auðvitað líka Kristrúnar Frostadóttur sem er hér stödd. Við erum afar þakklátt fyrir að hafa fengið að vera hérna og sjá þetta gerast. Frábært, takk fyrir það. Við ætlum að vera hérna og klára bara þangað til að síðasta fólkinu er sópað út og fylgjast með öllu, þannig að við kveðjum bara hérna í bili. Takk fyrir það, Eva Björk, og góða skemmtun. Alvarlegt umferðarslys varð rétt austan við Vík í Mýrdal í dag þegar 2 ökutæki lentu saman. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út auk sjúkraflutningamanna frá Vík í Mýrdal. Hringveginum var lokað stund vegna slysins. Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða klukkan 10 í gærkvöld. Ekkert hefur veiðst enn sem komið er að sögn Kristjáns Loftssonar eiganda Hvals HF. Skipin geti verið úti á hafi í rúma viku áður en þau þurfa að koma í land til að taka olíu, vatn og vistir. Heimilt er að veiða 150 langreyðar og 168 hrefnur samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Hátt í 650.000 rúmmetrum af sandi verður dælt úr svokölluðum grynnslum í sumar til að rýmka innsiglinguna í Hornafjarðarhöfn. Hollenska fyrirtækið Boskalis Westminster tekur verkið að sér fyrir vegagerðina næstu 3 ár og er reiknað með að það kosti 300 milljónir króna á ári. Siglingaleiðin hefur árabil verið erfið vegna grynninga og Hornfirðingar lengi kallaði eftir langtíma aðgerðum til að koma í veg fyrir að innsiglingin lokist stærri skipum. Vonast er til að það takist að dýpka meira en áður á næstu 3 árum og jafnvel búa til leiðigarð sem gæti orðið til þess að sjaldnar þyrfti að dýpka eða jafnvel gera dýpkanir óþarfar. Þarna eru greiningar sem hamla verulega sérstaklega uppsjávarskipunum okkar og náttúrulega fraktskipum líka. Þannig að svona þessum djúpristari skipum. Það er ekki nema kannski ykkur í 7 metrar dýpi og þurfum að ná því niður í og fáum það vonandi bara niður í 10 metra. Það er 3 ára program. Við fáum núna þetta og næstu 2 ára fáum við að fjarlægja þarna ykkur 650 til 70.000 rúmmetra af sandi og þá kemur í ljós hvort að þetta verði sem sagt varanleg lausn ef hægt er að segja það. Vesturbæingar hvöttu hverfisverslunina Kjötborg með trega þegar dyrum verslunarinnar var lokað í dag í hinsta sinn eftir áratuga rekstur. Þú getur valið bækur ef þú vilt, fylgja ef þú vilt eða diska eða eitthvað. Því er ekkert gaman að vera að pakka þessi eitthvað niður. Nei, ég skil það. Ég hef verið hérna frá 1981 ásamt foreldurum mínum í byrjun. Já, bækrakkar. Og ég hef búinn að vera hérna í 45 ár sem sagt. Gaman að sjá hérna andlitið. 3 kynslóðir. Já. Sakna búðarinnar? Já, geysilega mikið. Þetta hefur verið bara minn aðalstaður í gegnum ára og aldir. Ég er alveg með þessa búð. Já, hún er alveg. Hef lengi verið hér og síðan er hún að koma. Og hvað ætlar þú að kaupa þér í dag? Mjólk og sleikjá. Já. Fyrir peningin. Ég ætla að bjóða þér upp á sleikjáinn. Vá, þetta er flottu fugl. Ekkert smá. Hún byrjar 1956 á kampinum sem er einhvers staðar í Vegmúla. Afi minn Gunnar Erlendsson og Marvin Jónas Gunnarsson, pabbi minn, þeir stofnuðu Kjötborg þar, fóru síðan hálf árið árið seinna í Búðagerði 10 og vorum þar alveg til 1980. Þá var búið að vera lokað hérna í 1 ár og síðan opnum við hérna í 4. júní 1981. Þá var ég með 5 manneskjur í vinnu. Þá var engin stórmarkaðir. Þannig að þetta er dálítið mikil breyting. Við tökum bara svo krónur. Svona, við fáum bara 1 á mann. Ok, og græðið þið. Það er ekki dálítið skemmtilegt.
Mér líður eins og sko hafi alltaf verið hérna og muni alltaf verða. Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra Laufásborgar, er Reykvíkingur ársins. Borgarstjóri tilkynnti valið við Elliðaárnar í morgun. Ótrúlega vel að þessu komin. Hvernig leið þér þegar þú fékkst símtalið? Ég fór bara að hágráta, svo ég sé alveg heiðarleg. Það snerti mig bara djúpt. Reykvíkingur ársins hefur verið valinn frá árinu 2011. Borgarbúar eru bennur að senda inn ábendingar einstaklinga sem hafa með háttsemi sinni eða atferli verið til fyrirmyndar. Í ár bárust hundruðir ábendinga og eftir að dómnefnd hafði farið yfir þær valdi Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, Jensínu Eddu Hermannsdóttur, leikskólastýru Laufásborgar sem Reykvíking ársins 2026. En það var alveg sérstaklega ánægilegt í ár að fá að útnefna hana Jensínu Eddu sem hefur verið þessi svona mikli frumkvöðull og eldhugi í leikskólamálum í borginni og rekið leikskólan Laufásborg við frábæran orðstír núna í 20 ár. Jensína fer óhefðbundnar leiðir í starfinu og segir samveruna með börnunum gera sig að betri og sterkari mannesku. Við erum öll í barnastarfi á Laufásborg, við erum öll jöfn, það er engin skrifstofa, allt opin rými, við tölum við hvort annað og bara berum virðingu fyrir hvort öðru og bara elskum fjölskylduna sem við erum með í fanginu. Og venju samkvæmt veitir Reykvíkingur ársins fyrsta fisk sumarsins í Elliðaánum. Jensína veitir 30 cm urriða sem hún sleppti svo aftur út í ána. Amma mín var að fá verðlaun. Hún er að kenna börnum að ganga vel og hún er mjög góð amma. Skógardagurinn mikli var haldinn hátíðlegur í Hallormsstaðaskógi í dag. Fjölmenni var í skóginum þrátt fyrir dumbungsveður. Gestir gætu sér á heil grilluðu nauti, lummum og ketilkaffi og ýmis skemmtiatriði voru. Það fór fram Íslandsmót í skógarhöggi þar sem 7 skógarhöggsmenn kepptu í ýmsum þrautum. Hlutskarpastur var Mats Síslar frá skógarmönnum á Akureyri. Og það var veðri. Lægð norðaustur af landinu fjarlægist í nótt, þá lægir og styttir upp á norður- og austurlandi. Hægur vindur á morgun, yfirleitt þurrt og ætti að sjást vel til sólar í öllum landslutum. Síðdegis og kvöldið má þó búast við stöku skúrum. Hiti víða á bilinu 10 til 17 stig, hlýjast á suðausturlandi. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Heimsmeistaramótið í fótbolta er í fullum gangi og Svíþjóð og Holland mættust í F-riðli síðdegis. Þá var nóg að vera í gærkvöld og í nótt og þá reyndi í fyrsta sinn á nýjar reglur. Gunnlaugur Árni Sveinsson lauk keppni og opna bandaríska í gær. Birgir Leifur Hafþórsson, fyrrum atvinnukylfingur, segir reynsluna afar dýrmæta fyrir þennan unga kylfing. Og það eru fleiri kylfingar að gera það gott þessar mundir. Við hittum Huldu Klöru Gestsdóttur sem vann sitt fyrsta atvinnumannamót á dögunum. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Ætlum að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ísraelsher hefur drepið að jafnaði 1 barn á dag á Gaza þá 8 mánuði síðan tilkynnt var vopnahlé. Herinn drap 2 börn í árás á íbúðarhús í nótt. Þúsundir gesta eru á Þingvöllum á tónlistarhátíðinni Bergmáli. Umferðin gekk hægt en vandræðalaust. Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra Laufásborgar, er Reykvíkingur ársins. Hún fekk venju samkvæmt að renna fyrir fisk í Elliðaánum í morgun. Fastagestir Kjötborgar í Vesturbæ Reykjavíkur versluðu við kaupmanninn á horninu í síðasta sinn í dag. Búðinni var lokað eftir áratugarekstur í hverfinu. Mér líður eins og sko hafi alltaf verið hérna og muni alltaf verða. Þessi fréttatími er á enda, en fréttastofan stendur áfram vaktina á RÚV.is í kvöld og nótt. Við kveðum ykkur í kvöld með myndum frá Þingvöllum, þar sem fjöldi fólks hefur skemmt sér í dag og áfram í kvöld. Múkisson var einn þeirra sem spiluðu í dag. Takk fyrir samfylgdina og verið sæl.